Já, þá allir fundamenn mættir í sal og við getum byrjað fund bæjarstjórnar Grindavíkur sem númer 473, haldinn hér í bæjarstjórnarsalnum og hefst klukkan 17. Fyrsta mál á dagskrá ársuppgjör 2016 fyrir Grindavíkurbæjarstofnanir og hingað eru mættir endurskoðendur KPMG sem hafa séð þá vinnu. Ég ætla að byrja því að bjóða Lilju Karlsdóttur að koma í pontu. Hún ætlar að fara yfir skýrsluna og svara fyrirspurnum ef að bæjarfulltrúar hafa einhverjar. Gjörðu svo vel. Nú ég að ruglast á fundar. Þá ætla ég bara að leiðrétta mig. Það ekki hún Lilja sem ætlar að fara yfir þessa skýrslu heldur Auðun Guðjónsson. Gjörðu svo vel Auðun. Ágæti bæjarstjórn og bæjarstjóri og aðrir gestir. Við erum hér komin með endurskoðunarskýrslu eins og maður verpur hér upp, endurskoðunarskýrslu okkar vegna endurskoðunar á ársreikningi Grindavíkurbæjar fyrir árið 2016. Hann var afgreiddur af bæjarráði hér í byrjun mánaðarins og honum þá vísað til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn í framhaldinu. Eins og áður þá hefur hann og eins og lög gerir ráð fyrir þá eru 2 umræður í bæjarstjórn og við höfum haft háttinn á ef að mögulegt að hafa endurskoðunarskýrsluna tilbúna fyrir fyrri umræðu í bæjarstjórn. Enda teljum við þá að innihald hennar nýtist betur við það að það sé komið svona upp á borð leið og ársreikningurinn og innihaldi nýtist betur við og það eru upplýsingar sem þar koma fram með þeim hætti. Með mér er Lilja Dögg eins og framkom hér í máli forseta og verður mér hér til hals og trausts og ef það einhverjar spurningar þá munum við hjálpast að við að svara þeim ásamt náttúrulega stjórnendum bæjarins sem við höfum náttúrulega átt mjög gott samstarf við þessa vinnu. Einkum Jón og Fannar sem hafa svona borið hitann og þungan að samskiptum við okkur. En Jón, þú flettir væntanlega skýrslunni eða hvað? Hún aðeins, ég ætla að einbeita mér sem þetta skýrslunni, ársreikningurinn verður, Jón mun fjalla hann hér örstutt og eftir og búinn að gera náttúrulega ítarlega grein fyrir honum áður í bæjarráði. En fara hérna við skýrsluna í aðalatriðum því að við fengið hana í höndurnar, bæði útprenta og hafið aðgang að henni með rafrænum hætti. En aðalatriðið það að ársreikningurinn er lagður fyrir bæjarstjórn í dag til fyrri umræðu og við munum árita hann samhliða afgreiðslu sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar við síðari umræðu með fyrirvaralausri áritun. Nema náttúrulega með þeim fyrirvara að koma fram einhverja verulega atriði í millitíðinni sem geta haft áhrif á það álit okkar og gæti þess að taka tillit til. Við höfum endurskoðað í samræmi við endurskoðunarstaðla og skýrslan eins og ég sagði ætluð ykkur til hals og trausts og með þá upplýsingum okkar niðurstöðu og að hún geti nýst ykkur við yfirferð ykkar á ársreikningnum. Ef það eru svo frekar upplýsingar þá veitum við þær við Lilja einhverjum. Hér erum við með myndrænum hætti aðeins svona segja frá því hvernig við svona sinnum okkar störfum. Þetta höfðar til sumra að hafa þetta með myndrænum hætti og leyfið þessari mynd að fylgja. En við höfum lagt alltaf miklu áherslu á það að eiga gott samstarf við stjórnendur og bæjarstjórnir okkar þannig að við getum sinnt okkar hlutverki eins vel og við getum. Og til dæmis ef við höfum ekki að fara yfir alla þessa mynd en til dæmis að þá höfum við jafnóðum samskipti ef eitthvað kemur sem þarf að taka til skoðunar hvernig það til dæmis að færa í bókhaldi eða setja fram í skýringum eða slíkt og þá höfum við samband eða þá haft samband við okkur og þannig að það minna óvæntar uppákomur á síðustu stundu. Og þetta samstarf hefur á mínum mati gengið mjög vel milli okkar hjá KPMG og stjórnenda Grindavíkurbæjar þann tíma sem við höfum verið í samstarfi. Ef við förum svo yfir í bara niðurstöðuna hér á blaðsíðu 5
Við erum með mikilvægismörk, bara að segja ykkur frá þeim. Það er svona mælikvarði fyrir endurskoðendur það hvað ykkur skekkja, hvenær hún er farin að hafa áhrif. Þannig að ársreikningur sé hættur að gefa glögga mynd, svona heildar áhrif. Og bara upplýsa ykkur það að þetta er náttúrulega staðlarnir sem endurskoðun staðlarnir sem hjálpa okkur að ákvarða þessar upphæðir. En í ykkar tilfelli þá vorum við að miða við 79 milljónir. Þannig að ef að uppkæmi skekkja sem að þið vildu ekki breyta og væri yfir þeim mörkum, að þá gæti það fara að hafa áhrif á hvernig við myndum árita ársreikningi. Ekkert svoleiðis sem hefur komið upp. Og hins vegar ef komið upp einhverja minni skekkjur sem undir þessum mörkum, og þá miðum við 4 milljónir í ykkar tilfelli sem við myndum þá vera upplýsa ykkur en það, eins og sjáum við á glærinu, þá ekkert neinar óleiðrétta mismuni að ræða og allt sem við höfum farið yfir með ykkur, það hefur bara verið leiðrétt og fært. Það sem eftir eftir daginn í dag, þá það eftir að ganga frá áritun endurskoðenda sem gert eins og ég sagði áðan, samhliða afgreiðslu við seinni umræðu. Staðfestingarbréfi við eftir að fá frá stjórnendur sem gert samhliða því og bæjarstjórn á eftir að náttúrulega afgreiða reikninginn. Það hafa verið áherslur í okkar í endurskoðunni snúast að yfirfara innra eftirlit og fjárhagskerfi. Það gerum við til þess að nýta okkur það við okkar vinnu. Eftir því sem það er öflugra þá þurfum við að minna að skoða gögnum og þess vegna erum við óþreytandi við að reyna að yfirfara það og nýta okkur það. Við höfum líka ekki hikað við að koma með ábendingar ef eitthvað sem betur mætti fara í þeim efnum. En það ekki neinu verulegi veikleikar sem hafa komið fram í okkar vinnu og eins og við sjáum hér. Nú eins og við ákveðið hlutverk gagnvart stjórnsýslu, það að kanna tiltekin atriði varðandi stjórnsýslu og við höfum á sama hátt komið með ábendingar á framfæri við stjórnendur ef það eitthvað sem okkur finnst betur mætti fara í þeim efnum. Og hér erum við að minna að við fara mikið yfir gjaldskrá og það er einn gjaldskrá sem við bendum á að uppfyllir ekki ströngustu kröfur laga og hvetjum ykkur til þess að yfirfara það. Nú svo hefur náttúrulega farið yfir ýmis önnur áhersluatriði. Í ársreikningnum sjálfum hafið tekið eftir ekki birt áritun endurskoðenda en hún verður frá henni gengið í samhliða afgreiðslunni eins og ég sagði áðan. Aftur á móti, þetta er breytt vinnulag hjá okkur frá því sem verið hefur. Nú bara yfirlýsing að við munum inn í því hefti sem það hefur fengið, bara yfirlýsing að við munum áritan samhliða afgreiðslu bæjarstjórnar. En hins vegar birtum við textan í skýrslunni og hann aðeins breyttur frá því sem verið hefur. Það var ný staðall sem tók gildi áritanir endurskoðenda og ársreikninga og textin birtur í skýrslunni. Frekar smá og letri en þeir sem hafa áhuga eiga nú að geta samt átt að sig á því. Í framhaldi af þessu svo aðeins bara, Jón, ef við höldum áfram, hér yfirlit þessa vinnu varðandi innra eftirlit, af hverju við erum að skoða það og okkar niðurstöður og þessa skýrslu sem ég benti á og við höfum haft að verklag að það einhverju svona praktísk atriði sem við bendum á til stjórnenda sem að þeir hafa gjarnan tekið til skoðunar og afgreitt og lagað og við höfum svo yfirfarið það árið eftir hvernig var brugðist við okkar ábendingum. Það verklag sem okkur finnst hafa gengið ljómandi vel og höldum því ótrauð áfram. Nú í tengslu við endurskoðun þá höfum við, og það einu okkar skildum ef við förum á næstu glæru, Jón, að gera tilteknar aðgerðir til þess að yfirfara hvort það séu einhverjar vísbendingar sviksemi eða sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti og það ekki neinar vísbendingar sem komu fram við þá yfirferð okkar. Og svo á blaðsíðu 9, þar aðeins stjórnsýsluskoðunina, ég held ég komið þessu þannig þegar fórum yfir aðalatriðin, en sama hátt höfum við haft það verklag að yfirfara það árið eftir hvernig var brugðist við og búið að, eins og næst verður þá búið að gera einhverjar ráðstafanir varðandi þessa gjaldskrá og önnur atriði sem eru svona meira praktísk mál sem við höfum bent á. Nú síðan í framhaldinu umfjöllun helstu áhersluatriði í reikningnum. Umfjöllun sem við teljum að geti nýst ykkur við að þegar þið eru að lesa ársreikninginn og nýta ykkur upplýsingar sem þar eru.
Ég ætla ekki að fara yfir þessa punkta hér lið fyrir lið, en bara svona að hlaupa yfir, til dæmis þarna eru óinnheimtar skatttekjur, því bara eins og áður þá er beitt varkárni við mat á þeim, þar að segja því útsvari sem er óinnheimt og er í kerfunum hjá fjársýslunni og til innheimtu hjá innheimtumanni ríkisins, og það er eins og hjá ykkur og hjá öðrum að það er ekki verið að eignfæra það að fullu, vegna þess að það er vitað að það er talist áætlanir og sem að koma til með að lækka þá þessar kröfur þegar að þær verða teknar til afgreiðslu og menn skila sínum framtölum. Nú í áframhaldi er svo bara áfram, ég held ég sé eiginlega ekki að fara yfir neina sérstaka nema hérna á blaðsíðu 13. Það er aðeins þessa, það var sett ný reglugerð sem tók gildi í upphafi síðasta árs ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit sem að það er fjallað náttúrulega í ársreikningnum ábyrgðir og skuldbindingar sem að hvíla á sveitarfélaginu. Það er mjög takmarkað hvað sveitarfélag getur tekið á sig ábyrgðum. En betur verið þá að því breytt í sveitarstjórnarlögunum. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að fá sveitarfélög til þess að gangast í ábyrgðir nema í mjög takmarkuðum mæli. En gagnvart byggðasamlögum og slíku er það heimilt og það eru upplýsingar það í ársreikningum sveitarfélaga. Síðan er þetta yfirlit sem er í reglugerð sem ég minntist á, sem tók gildi í upphafi árs, þá er ráð fyrir það sem tekið saman yfirlit ábyrgðir og skuldbindingar og fjárhagsupplýsingar þá aðila sem að þið berið ábyrgð á eða hafið einhverjar skuldbindingar gagnvart. Og ég veit til þess að það er í undirbúningi og hefur verið tekið saman yfirlit hér, en það er ætlast til þess að í framtíðinni og að það sé lagt fyrir bæjarstjórn samhliða ársreikningi. Þetta er svona eitthvað sem sveitarfélögin eru að móta þessi misserinn, og ég veit að Grindavíkurbær hefur verið framarlega í þeirri vinnu. Ég held ég myndi bara að fara yfir næst á blaðsíðu 15, þá eru bara hér yfirlit sem náttúrulega upplýsingar úr ársreikningnum, niðurstaða í samanburði við áætlun, og það sem er umfram það sem er í ársreikning hér, það er upphaflega áætlun líka og hlutfallslegt frávik. En þið náttúrulega settuð ykkar áætlun þannig í lok nóvember 2015 og hafi gert einhverja viðauka við áætlunina á árinu, og það er sú áætlun sem er birt með ársreikningnum eða í ársreikningnum til samanburði rauntölur. Og eins og Jón mun fara betur yfir á eftir, þá eru tekjurnar talsvert hærri heldur en áætlun gerir ráð fyrir, og það er ekki einsdæmi í ykkar tilfelli. Það eru flest öll sveitarfélög að skila miklu talsvert hærri tekjum heldur en á síðasta ári og líka frá því sem þeir höfðu áætlað. Það er svona nánast undantekningarlaust hjá þeim sem hafa þegar birt allavega reikningsskil. Og rekstrarkostnaður, laun og launatengd gjöld og annar rekstrarkostnaður er hins vegar í heildina heldur lægri heldur en áætlun gerir ráð fyrir í hlutanum. Niðurstaðan 277,5 milljón sem er jákvæð og rúmlega 200 milljónum hagstæðari heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Nú, við bendum almennt og alltaf á það að vönduð áætlunargerð er mjög mikilvægur þáttur í mikilvægur stjórntæki fyrir ykkur sem bæjarfulltrúar og bæjarstjórn til þess að hafa stjórn á ykkar rekstri og að með eftirlit með framvindu áætlunar sé öflugt á hverjum tíma. Nú hér er svo A og B hluti, sömu upplýsingar, og þá eru þar tæpa 300 milljónir sem er rekstrarniðurstaðan í jákvæð. Áætlun gerir ráð fyrir 89 milljónum. Ég ætla ekki að fara mikið yfir þetta því Jón mun fara yfir þetta á eftir, en við viljum hafa þetta hér í þessu hefti þannig að þið hafið svona heildarmynd og svona nokkur atriði sem við viljum bendum á í tengslum við það. Á blaðsíðu 17 er yfirlit yfir fjárfestingaráætlunina eða þann hluta
áætlunar ykkar sem að snýra fjárfestingu. Upphaflega gerði ráð fyrir 267 milljónum í fjárfestingu. Það voru svo gerðir viðaukar sem að leitu til þess að áætlunin fór upp í 288,7 en raun fjárfesting ársins er 159 milljónir og þið sjáum þessu yfirliti að fráviki sem að vegur talsvert þungt það að þið fá miklu meira gatnagerðargjöldum sem að færast til lækkunar og fjárfestingu heldur en að áætlunin gerir ráð fyrir og önnur verkefni hafa ekki verið hrundið í framkvæmd, ekki fallið til eins mikið kostnaður við þau eins og áætlunin gerir ráð fyrir. Þetta maður líka aðeins að sjá hjá fleirum að það hefur ekki gengið að manna verkefnin þannig að það sé hægt að sinna þeim. Þannig að þau hafa dregist, þó svo að þessu til heimildi fyrir þeir í áætlunum. Og hér í B-hlutanum er gert ráð fyrir fjárfestingu upp á 195 milljónum í áætlunum en það eru 54,5 milljón sem er fjárfest fyrir. Þar vegur langþyngst að það er í Víðihlíð þar sem var gert ráð fyrir mun meiri framkvæmdum heldur en Urðu. Og náttúrulega í hafnarframkvæmdir voru talsvert mikla endurgreiðslur vegna hafnarframkvæmdanna. Í framhaldi af þessu er svo yfirlit yfir rekstrarreikninginn og hann er bara settur hér fram með svona hnitmiðuðum hætti stutt aðalatriðin og ég ætla ekki að fara yfir hann aftur en þið sjáum samt að í A-hlutanum er talsvert betri niðurstaða heldur en áður. Það var þá 133,6 milljónir í jákvæð rekstrarniðurstaða sem fer upp í 277,5 og á B-hluta þá var hún 216 milljónir árið 2015 en fer upp í tæpa 300 milljónir. Í framhaldi af þessu er efnahagsreikningur og það er eignarhlutin, eignarhliðin á efnahagsreikningnum og þar kemur fram að bókvært verð eigna eru 8,7 milljarðar í árslok og svo ef við förum yfir á næstu síðu þá sjáum við þar að skuldirnar og skuldbindingar langtímaskuldir eru 1,1 milljarður 266 milljónir og skammtímaskuldir 277 milljónir. Þannig að eiginfjárhlutfall ykkar er 82% í árslok. Sjóðstreymisyfirlit sem er á blaðsíðu 22 og bara svona útdráttur úr því, það er náttúrulega ítarlegra inn í ársreikningnum sjálfum. Yfirlit sem að gefur að mínum viti mjög góða viðbótar upplýsingar við rekstrarreikninginn og raunverulega hvað það er sem að fór fram á árinu og veltufé frá rekstri er stærð sem að ég beini sjónum ykkar að sem er hvað reksturinn er að skila ykkur af veltufé sem er þannig í A og B hluta 610 milljónir tæpar. 81 miljón fer í bindingu vegna breytingu á rekstrartengdum eignum og skuldum. Þið ráðstafið fjárfestingu 209 milljónum nettó og borgið af langtímalánum tæpum 20 milljónir. Þetta er raunverulega það sem átti sér stað í mjög fáum orðum á árinu hjá Grindavíkurbæ á síðasta ári. Þetta leiddi til þess að handbært fé hækkaði úr 1 milljarði 295 milljónum upp í 1 milljarð fyrirgefiði 295 milljónir upp í 1 milljarð 595 milljónir. Eða þessar 300 milljónir sem að hittist þetta akkurat á að er nokkurn veginn sama fjárhæð og rekstrarniðurstaða en það er ekki svona almennt þannig. Framhald af þessu eru upplýsingar helstu svona útdráttur úr sundurliðanabók sem að hefur líka verið dreift til bæjarfulltrúa og það er bara hvern og einn sjóð og nokkra svona punktar þá. Við förum aðeins og lítum aðeins til framtíðar á blaðsíðu 26, við förum bara hratt yfir þetta. Að þar eru svona hort aðeins á ykkar áætlanir til framtíðar en eins og lög gerir ráð fyrir þá hafið við gert áætlanir fyrir árið 2017 til 2020
og við höfum hérna gert svona smá, tökum hérna saman helstu atriðin úr þeim áætlunum ykkar og því gerir ráð fyrir því að það sé jákvæð rekstrarniðurstaða öll þessi ár, þannig að það er ekki nein vandræði gangi það eftir varðandi rekstrarjöfnuð eða önnur fjárhagsleg viðmið sem að sveitarfélög ber að fara eftir. Og veltufé frá rekstri á þessu 4 ára tímabili gangi þær eftir verði þá 1.659 milljónir. Og það er gert ráð fyrir að afborganir af lánum séu 120 milljónir á sama tíma. Þannig að þá er uppsafnaður greiðsluafgangur rúmlega 1,5 milljarður á þessum 4 ára tímabili og það er gert ráð fyrir því að fjárfesta nokkurn veginn fyrir þá fjármuni. Þannig að það er ekki gert ráð fyrir neinum nýjum lántökum á þessu tímabili og það er heldur ekki þá verið að gera ráð fyrir því að ganga á handbært fé. Á næstu síðu þar er þetta meira sundurlega þess sem ég sagði í fáum orðum varðandi ykkar áætlanir. Mínu viti ágætis yfirlit til þess að sjá svona heildarmyndina en þið sjáu þarna rekstrarjöfnuð á 3 ára tímabili sem var tímabili 2013, 14 og 15 jákvæður 591 milljón og svo það tímabil sem verið að gera upp þá núna 2014, 15 og 16 þá er þetta jákvætt 711 milljónir og það verður jákvætt áfram á áætlanatímabilinu og aftur að því gefnu að áætlanir gangi eftir. Þarna sjáum við svo hvernig þetta sundurliðast og leiðir til þess að greiðsluafgangur þessara 4 ára uppsafnaður er þarna 45 milljónir tæpar. Hér fyrir aftan þetta er síðan yfirliti yfir rekstrarjöfnuð á 3 ára tímabili og þarna er þessar bara sett fram með myndrænum hætti, sömu upplýsingar og ég fjallaði áðan. Og það er sem rauntölur þá 2014 og 15 og 16 en hinar fjárhæðirnar eru úr samþykktum áætlunum bæjarstjórnar. Lykiltölurnar áfram þá fórum við framleiða hlutfalli sem er stærð sem að skipti verulegu máli og er rétt að skoða náttúrulega hjá sveitarfélögum með hliðsjón af skuldahlutfallinu. Þið eru með ekkert mjög hátt framleiða hlutfall en þið skuldi líka tiltölulega lítið, þannig að það er alveg eðlilegt. Ef að þið væru hins vegar að skulda mjög mikið þá gætu þetta og ættu ekki peninga þá væri þetta kannski svolítið lágt. En það er ekki heldur, það er bara að horfa á þetta jafnvægi hann á milli. Og það er ekki nein ljós sem að kvikna hjá okkur við yfirferð á þeim. Nú skuldir og skuldbindingar á blaðsíðu 30 þá er sjálfsér ekkert mikið að gerast í þeim á næstu árum, gangi ykkar áætlanir eftir. Það er eiginlega bara nokkurn veginn status quo. Og stóra skuldin náttúrulega er reiknuð fyrirframgreiðsla sem við höfum farið yfir áður. Skuldahlutfallið er hér birt og þið eru þannig langt undir þessum mörkum og í skuldaviðmiðunum sem er á næstu glæru þá eru þið nánast ekki, mælist það eiginlega ekki hjá ykkur af því að þið eigið raunverulega fyrir ykkar skuldum á mestu leyti. Þannig að þeirra búið að taka tillit til þeirra atriða sem eru dregin frá við útreikninga á skuldaviðmiðunum sem er greint frá hérna á glærunni. Áfram eiginfjárhlutfalli, það er eins og ég sagði áðan 82% í A og B hluta og það er ekki neina stóra breytingar á því á næstu árum miðað við ykkar áætlanir. Og svo að lokum er bara hérna aðeins ítarefni þessi mikilvægismörk sem ég greindi frá áðan og aðrar upplýsingar sem við viljum koma á framfæri á næstu glæru til sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar og það er að við munum ganga alltaf frá þessu staðfestingarbréfi stjórnenda sem er skylt að gera, endurskoðendur skulu gera samhliða áritun. Það er ekki nein sérstök atriði sem við erum að óska eftir að fá staðfest umfram það sem er hefðbundið. Nú það komu ekki upp nein verulega atriði varðandi tengda aðila
Við þurfum að fara yfir viðskipti við tengda aðila í tengslu við okkar vinnu. Við höfum greint stjórnendur frá veikleikum í innra eftirliti og eins og ég segi, það er ekki neinu verulegu veikleikar sem við höfum orðið vör við. Ef slíkt væri ræða þá höfum við fjallað það í þessari endurskoðunarskýrslu. Og eins og ég sagði áðan, þá reiknum við með að áritunum verði fyrirvaralaus og það hafi ekki komið fram neinar upplýsingar sviksemi eða slíkt í okkar vinnu. Og við teljum okkur og erum óháð, okkar teymi og KPMG eru óháð ykkur sem skiptir náttúrulega verulegu máli því að okkar álit á að vera óháð og veita þá notendur reikningsskilana vissu það að það hefði óháður aðili komið þar að. Við höfum náttúrulega yfirfært reikningsskila aðferðir sem hafa ekki verið að breytast mikið á þessum síðustu árum. Þó var lítils háttar breyting á ársreikningalögum sem tók gildi en hefur óveruleg áhrif á ársreikningar sveitarfélaga. Í lokin þá hér aðeins bara tilgangsskýrslunnar og hvernig hún hugsuð, þannig að þeir sem hafa hana að þeir átti sig á því að hún unnin í tengslu við endurskoðunina og til bæjarstjórnarinnar og til þess að upplýsa ykkur mál sem það sem við teljum að skipt máli og hún í samræmi við þessa staðla. Það kemur náttúrulega fram að og þessi skýrsla ekki að gefa ykkur viðbótar álit á ársreikningnum en eða bæti við ykkur og þetta er svona þessi típisku takmarkanir á ábyrgð, hún á ekki að auka ábyrgð okkar umfram það sem áritunin sjálf gerir. Ég held ég svona búin að fara yfir þetta svona í stóru dráttum skýrsluna og þá talaðum að vera svona cirka hálftíma og ég held ég hafi rúmast innan þeirra marka en við Lilja og eftir atvikum stjórnendur tilbúin að svara fyrirspurnum ef einhverjar eru. Takk fyrir þessa yfirferð, Auðun. Þetta var mjög skýrt og skilmerkilegt og ég ætla að bjóða kannski áður en að ég gef Jóni Þóris orðið, þar að segja það sem hann ætlar að fara yfir ársreikningin. Þetta var endurskoðunarskýrslan. Ef að bæjarfulltrúar vilja koma í pontu og bera upp einhverjar fyrirspurnir, eða úr sætum og þau geta þá komið og svarað ef það er eitthvað sem að brennur á okkur. Greinilega ekki, þetta var líka allt saman mjög skýrt. Þá ætla ég að bjóða sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs, Jón Þórisson, að koma hingað og fara yfir ársreikning Grindavíkurbæjar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er hérna með tillaga bókun með ársreikningi sem ég ætla að lesa upp með leyfi forseta. Og þá er þetta tiplað bara á helstu stærðum í ársreikningnum. En rekstrarniðurstaða A-hluta er afgangur upp á 277,5 milljón króna. Í áætlun var gert ráð fyrir 71,3 milljónum í rekstrarafgang. Rekstrarniðurstaða í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta er 299,8 milljónir og áætlun gerði ráð fyrir 89,3 milljónum í afgang. En þarna munar mestu að rekstrartekjur eru 157,8 milljónum yfir áætlun og mestmegnis í framlögum jöfnunarsjóðs. Helstu frávik í rekstri í samanteknum reikningsskilum. Útsvar og fasteignaskattur eru 44,1 milljón hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Framlög jöfnunarsjóðs eru 159,9 milljónum hærri en áætlun. Aðrar tekjur eru hins vegar 45,8 milljónum lægri en áætlun. Laun og launatengd gjöld eru 36,4 milljónum hærri en áætlun og munar þar mestu breytingu á lífeyrisskuldbindingu. Annar rekstrarkostnaður er 79,6 milljónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Og afskriftir eru síðan 13,3 milljónum hærri en áætlun. Fjármuna, tekjur og fjármagnsgjöld eru svo 22,6 milljónum hagstæðri en áætlun gerði ráð fyrir.
Nú ef við förum yfir í eignahliðina þá eru heildareignir í samanteknu reikningsskilum A og B hluta 8.716,8 milljónir og heildarskuldir og skuldbindingar eru 1.543,5 milljónir króna. Lífeyrisskuldbinding er 583,1 milljón og þar af er áætluð næsta árs greiðsla 25,4 milljónir. Langtímaskuldir eru 724,8 milljónir og þar af eru næsta árs afborganir 15,9 milljónir. Eigið fé er í samanteknu reikningsskilum 7.173,3 milljónir og eigin fjárhlutfall 82,3%. Skuldahlutfall A og B hluta samkvæmt öðrum tölulið 64. greinar sveitarstjórnarlaga er 52,8% af reglulegum tekjum. En ef við undanskiljum lán vegna kaupa á Orkubraut 3, þá væri skuldahlutfallið 16,2%. Þannig að skuldastaðan er mjög góð. Skuldaviðmið samkvæmt 14. grein, reglugerðar númer 502 frá 2012 er negatíft bæði í A hluta og A og B hluta, þar sem hreint veltufé er hærra en heildarskuldir að teknu tilliti til frádráttar vegna lífeyrisskuldbindingar. Í samanteknu reikningsskilum A og B hluta er skuldaviðmiðið -10,2%. Rekstur í samanteknu reikningsskilum A og B hluta skilaði 609,6 milljónum í veltufé frá rekstri sem er 20,9% af heildartekjum en áætlun gerði ráð fyrir veltufé upp á 341,9 milljónir. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum í samanteknu reikningsskilum A og B hluta nam á árinu 2016 213,3 milljónum en í áætlun var gert ráð fyrir 484 milljónum króna. Engin lán voru tekin á árinu 2016 en afborganir langtímalána voru 19,9 milljónir. Handbært fé hækkaði 299,5 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir lækkun að fjárhæð 187,6 milljónir og handbært fé í árslok 2016 var 1.595,3 milljónir. Þetta er svona það sem ég ætlaði að fara yfir. Takk. Takk fyrir þetta, Jón. Þetta er fyrri umræða og við höfum eftir að vísa honum síðan til síðari umræðu. En orðið er laust fyrir bæjarfulltrúa að taka til máls ársreikninginn eða ef þið viljið tjá okkur eitthvað skýrsluna. Ég vil bara lýsa yfir mikil ánægju. Þetta er bara ánægjuleg niðurstaða. Þetta síðasta ár sem fyrri ár. Það er alltaf svona pínu þyrnir í augum okkar þegar við horfum á skuldahlutfalli með þetta lán vegna Orkubrautar en ef við tökum það út fyrir þá sjáum við að við erum mjög lág. Þannig að það er bara mjög jákvætt. Þetta hefur verið síðan, er það ekki aðgengilegt þessi reikningur eða bókun allavega á vefnum og hún voru birt fyrir þá sem hafa áhuga að glöggva sér betur á tölunum. Páll, Jóhann, gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég verð nú bara að segja það er nú ekki hægt að hrósa þessum tölum og vera sáttur við þær. Að við skulum ná að halda okkur svona við áætlun. Nú, vonbrigðin eru reyndar að kannski fjárfestingar áætlun, við náum ekki að halda okkur við hana, að þessi fjárfesting kannski skuli færast yfir á þetta þenslu tímabil sem er framundan og er reyndar byrjað. Þannig en ég hjó eftir því í framsögu KPMG mannsins að það væru öll sveitarfélög undantekningarlaust með þetta jákvæðan
og í rauninni með meiri tekjur heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og mér langaði kannski að spyrja svona hvort að það sé þá almennt svona að það séu svona meiri tekjur, að almennt hafi sveitarfélög fengið svona mikið út úr jöfnunarsjóði, þar sem að þessi mismunur liggur nú helst í meiri tekjum úr jöfnunarsjóði. Svona hvernig þetta þá hjá öðrum sveitarfélögum, hvort að það voru hvort að áætlanirnar, hvort að það hafi verið jöfnunarsjóðurinn sem að svona gerði gjafamuninn þar líka. En því miður þá kannski eru horfurnar kannski á þessu ári ekki alveg jafn bjartar með þessar auknu tekjur, þannig að svona við skulum fara varlega í að fagna þessu, þó við getum nú fagnað þessum árangri. Nú við getum líka fagnað því að rekstrarkostnaður er lægri heldur en að var í áætlunum og það. Þannig að það er í á þessum tímum, það er bara jákvætt, þannig að það er bara margt mjög jákvætt við þetta og sjóðurinn bara vex. Við höfum haft að markmið svona að halda þessum umtalaða svona títtnefnda hitaveitusjóði, að halda honum undir milljarðinum, en hann er þarna komin yfir 1,5 sýnist mér, þannig að ég bara vil brýna okkur til þess að fara varlega í sakirnar og kannski passa okkur á því að það horfir ekki alveg eins vel á þessu ári, en kannski aðeins að fá svona skýring á því hvort að það séu jöfnunarsjóður hjá öðrum sveitarfélögum eða einhverja annað sem að telur kannski mest í þeim mismunni. Já, þú ætlar að koma inn upp og svara þessu eða hvað? Ok, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég hafi sagt það að það væri svona nánast undantekningarlaust í þeim reikningu sem að þegar hafa verið birtir, þá væru tekjur mun drýgri heldur en árið undan og líka umfram þessum áætlanir. Almennt er náttúrulega orðið þannig með fasteignaskattinn, ef við höfum bara aðeins yfir þetta lið fyrir lið, hann er nokkuð fyrirséður. Það er þó verið að byggja nýjar eignir og þær eru teknar út og það geta skapað tekjur sem eru umfram það sem er áætlað. Þannig að það er yfirleitt ekki mikið frávik í fasteignaskattinum. Fasteignaskatturinn vegur líka mjög misþungt milli sveitarfélaga. Hins vegar útsvarið svona, sýnist mér í flestum tilfellum, hærra heldur en að menn hafa áætlað og talsvert hækkun á fyrra ári. Nú varðandi jöfnunarsjóðinn að þá eru sveitarfélög almennt, get ég sagt, tiltölulega varkár í að áætla framlög úr jöfnunarsjóði. Jöfnunarsjóður er að með náttúrulega tiltölulega flóknar úthlutunarreglur og talsvert aftur þungur getum við sagt, þar að það er að vera að borga talsvert mikið af þessum framlögum undir lok ársins þegar að jöfnunarsjóður sér fyrir endan á því hvað hann hefur úr að spila. En hans tekjustofn er ákveðið hlutfall af skatttekjum ríkisins og reyndar sveitarfélaga, útsvari sveitarfélaga, og það er það sem hann er úr að spila og það er þekkt að skatttekjur ríkisins hafa verið að aukast og þar með hefur jöfnunarsjóðurinn þess meira úr að spila heldur en hefur verið undanfarið. Þannig að það skýrir þetta, svo náttúrulega alveg til að sveitarfélög sem ég held ég að við upplifa það fyrsta skipti í minni sögu að sveitarfélag var ekki með neitt framlag úr jöfnunarsjóði og þannig að það er alveg, það kemur mismunandi niður á sveitarfélög þannig, en það er fyrst og fremst á útsvarið sem er náttúrulega skapast að hafa tekjum í samfélögunum. Það getur náttúrulega haft mismunandi áhrif, menn að einhverjir hafa metið áhrif í sjávarbyggðum af verkfalli, sjómann og slíku, og það hafi haft neikvæð áhrif að einhverju leyti á útsvarið og hefur örugglega haft það.
en svona heilt yfir þá snýst þetta stuttasvarið. Það er hærra sem að jöfnunarsjóður hefur úr að spila og útsvarstekjur almennt hærri. Takk fyrir þetta, Auðun. Vilja fleiri taka til máls? Mér langar kannski að bæta við af því að við höfum nú verið að ræða það þegar við höfum tekið upp, bæði þegar við erum að gera fjárhagsáætlunina og síðan þegar við erum að taka fyrir ársreikninga að við reynum nú að vanda okkur og það er nú alltaf skárra að hafa kannski ofaáætla heldur en að vanáætla. Nei, ég er að meina þannig að við séum ekki að fá minna heldur en við áætlum, heldur meira. En ég held sko að því þú ert að benda á varðandi fjárfestingaáætlun, við sjáum það líka bara í þessum framkvæmdum sem við höfum verið að fara í að við erum líka reynilega að vanda okkur þar og það tekur tíma að hanna og klára útboð og fleira, þannig að þetta tekur allt mjög langan tíma en það er kannski skiljanlegt því að við erum að fara í framkvæmdir sem að standa. En ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið, að þá er komið að okkur að vísa honum til síðari umræðu sem verður þá á maífundinum. Þannig ég ætla þá að bera það upp við bæjarstjórn, þeir sem eru sammála því að vísa ársreikningnum til síðari umræðu, réttu pönt. Það er samþykkt samhliða og mér langar bara að þakka fulltrúum KPMG fyrir skýra og greinargóða yfirferð og mjög vel framsetta skýrslu. Kærar þakkir. Þá erum við komin að skipulagsmálunum. Það eru alltaf nóg af skipulagsmálum á fundi hjá okkur og nú erum við að taka fyrir í máli 2. Það er á ég kannski að hingra eftir. Það mist ekki salvið. En það er lagt fram erindi frá Jóni Emil Halldórssyni og það er verið að óska eftir stækkun byggingarreita við Efrahóp 12. Skipulagsnefnd hún hefur tekið fyrir þetta erindi og er að leggja til að þessi breyting verði samþykkt og hún grenndarkynnt fyrir aðliggjandi lóðum. Orðið er laust. Vilt þú, Ármann, koma eitthvað og gera grein fyrir þessu? Já. Gjör svo vel. Sæl, ágætu bæjarfulltrúar, forseti. Þessi breyting hún er óveruleg, það telst óveruleg og er svona tiltölulega hefðbundin. Hún snýst að mannverkið sem hann Jón Emil vill reisa passar ekki alveg inn á byggingarreitin og hann vill óskar eftir því að byggingarreitinu verður færður til. En það eykst ekki byggingarmagnið á lóðinni. Það er alltaf sama byggingarmagnið eða sama heimilaða byggingarmagnið. En það breytist bara lögun byggingarreitsins. Og eins og segir í bókum skipulagsnefndar þá leggjum við til að þetta verði kynnt aðliggjandi lóðum enda er það skylt ef við erum að gera breytingar á byggingarreitum sjálfum. Ef það eru einhverjar spurningar þá bara skjótið. Ef ekki þá bara ég fórst aftur á. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Ef ekki fleiri vilja taka til máls að þá er það undir okkur núna að samþykkja það sem að skipulagsnefnd er að leggja til að þessi breyting verði samþykkt að undangenginni grenndarkynningu. Þeir sem eru sammála því, réttu pönt. Það er samþykkt samhliða. Og þá fyrir við þriðja mál sem er umsókn byggingarleyfi á Hólmasundi 8. Hér erum við með erindi frá Efnaferli EHF. Það er óskað eftir byggingarleyfi fyrir 820 fermetra iðnaðarhúsnæði á Hólmasundi 8. Erindinu fylgja teikningar unnar af RIS-verkfræðistofu sem eru frá 13. mars á þessu ári. Skipulagsnefnd hefur tekið þetta erindi fyrir og bendir á að einungis sé ein innkeyrsla inn á lóðina samkvæmt deiliskipulagi. Og hún er að leggja til við okkur í bæjarstjórn að þetta erindi verði samþykkt og byggingarleyfi verði gefið út að byggingarfulltrúa þegar að þessum skilyrðum 4. kafla byggingarreglugerðar númer 112 frá árinu 2012 er uppfyllt. Er það þá
varandi innkeyrsluna eða það séu þá, hvað er það? Það er bara, núna skilaður inn byggingarnefndateikningum, útlit, grunnmynd, afstæða. Svo þegar þeir fá það samþykkt, samt byggingar áforma, þá skilaður inn til byggingarfulltrúa, burðarþoli, lagnateikningum, rafmagnstekningum. Þetta er bara hefðbundið. Já, akkurat. Samkvæmt deiliskipulagi og þetta er svona bara mjög hefðbundið. Ok. Orðið er laust. Viltu eitthvað gera grein fyrir þessu mál í pontu eða? Nei? Þetta er bara mjög hefðbundið, bara eftir ferli. Og stærst deiliskipulag og... Ef að bæjarfulltrúi vil ekki taka til máls eða spyrja út í þetta, þá ber ég það undir fundinn að samþykkja þetta byggingarleyfi, að það verið gefið út byggingarleyfi að undanskildu þessum skilyrðum byggingarreglugerðarinnar. Þeir sem eru sammála því réttu upp hönd, það er samþykkt samhliða. Síðan erum við með erindi sem við höfum nú fengið til okkar áður inn í, vorum við ekki búin að taka þetta fyrir bæjarráði, allavega. Við erum að fá sem sagt beiðni að það sé breytt, að það verði gerð aðalskipulagsbreyting. Erindi frá Hermanni Ólafssyni, það er verið að óska eftir breytingu á aðalskipulagi frá árinu 2010 til 2030 vegna Víkurbrautar 34. Það er óska eftir því að þessi reitur verður endurskilgreindur sem verslun og þjónusta, svo hægt verði að reka þarna gistiheimili. Og í gildandi aðalskipulagi núna að þá er þessi reitur skilgreindur sem stofnanareitur. Þannig að það er verið að biðja að þessu verði breytt. Viltu koma og útskýra þetta eitthvað? Gjörðu svo vel. Já, fyrir liggur sem sagt umsókn breytingu á aðalskipulagi. Reiturinn er skilgreindur sem stofnanasvæði og hefur alltaf verið skilgreindur það. Skipulagsnefnd horfði til þess við afgreiðslu málsins að það hefur verið rekstur í mannvirkinu í áraraðir, samt ekki gistihúsarekstur en það hefur verið rekstur með tilheyrandi raski og umgangi fyrir nágranna og teljum þá ekki þennan rekstur síðri. Og einnig að eignin stendur við aðalbraut og telja að þið sé þá svona síðri, svona síðri truflun fyrir nágranna. En þetta hús var í eigu okkar, við seldum það hvenær, 2014 og mér skilst að það hafi nú alltaf staðið til að gera þetta gistiheimili frá þeim sem keypti. En fleira er það nú ekki. Takk fyrir þetta, Ármann. Þetta er sem sagt gamli tónlistarskólinn, svo allir séu með á nótunum hvað hús þetta er. Orðið er laust. Ef eitthvað vill taka til máls. Ef ekki, þá er það undir okkur komið að samþykkja það að það verið gerð unnin þessi breyting á aðalskipulagi í samræmi við þetta erindi, ekki rétt hjá mér. Þeir sem eru sammála því að gera breytingu á aðalskipulagi til þess að þessi rekstur rúmist þarna rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá, það er beiðni umsögn varðandi aðalskipulag Hafnarfjarðar. Og Ármann, ég ætla að fá þig til að koma hérna upp og gera, já, ætla þú að gera það. Fannar, gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vísa til gagna sem eru í vefgáttinni. Það eru ýmis kort og merkar upplýsingar þetta mál. Fyrir mér var þetta nú mjög fróðleg lesning og greinar góð, hvað varðar ýmis meint mörk á milli sveitarfélaga sem að mætast á Reykjanesinu. En lögfræðistofunni rétti hefði verið falið að gæta
hagsmuni okkar og yfirfara stöðu okkar í þessu máli, gagnvart kannski fyrst og fremst Hafnarfjarðarbæ en líka með tilliti til niðurstöðu óbyggðanefndar. Og það hérna póstur svohljóðandi frá rétti. Það sem að vísað til hjálags minnisblaðs frá rétti og það einmitt þetta minnisblað sem kemur fram í vefgáttinni. Og svo segir niðurstaða okkar sú að það sé ekki efni til að gera athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Hafnarfjarðar og Stötu. Það hins vegar rétt að kalla eftir frekari skýringu frá Hafnarfjarðarbæ. Röksemdir fyrir niðurstöðu okkar og útskýringar á því á hverju við teljum ástæðu til að kalla eftir frekari gögnum er lýst nánar í minnisblaðinu. Og þetta minnisblað sem að vitnaði til að það er í nokkrum liðum. Mér fannst það líka mjög upplýsandi á margan hátt. Ástæðulaust að fara yfir það allt saman en 50 töluliður. Ég ætla að reyna aðeins yfir hann vegna þess að það þarf að taka afstöðu fyrst og fremst til þess liðar. En hér segir, ef ég kem aðeins inn í 3. eða 4. línu niðurstöðunar, að það segir að réttur telji sér ekki stætt að ráðleggja að Grindavík geri athugasemdir við aðalskipulag Hafnarfjarðar að svo stöddu, en ráðleggur að Grindavík áskilji sér allan rétt til að gera athugasemdir síðar í ferlinu. Þá telur réttur ástæðu til að ráðleggja að Grindavík kalli eftir frekari upplýsingum breytingar á aðalskipulagi Hafnarfjarðar, til dæmis skýrara korti af breytingum Hafnarfjarðar á aðalskipulagi sínu eða staðfestingu á því að skástrikað svæði á korti Hafnarfjarðar sem kallast breyting á stærðarmörkum Hafnarfjarðar, fyrirgefið staðarmörkum Hafnarfjarðar samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar, og annars vegar hér vísað í fylgiskjal nr. 3, sé allt talið falla undir stærðarmörk Hafnarfjarðar og útskýringar á því hvers vegna hluti skjalsins sé margstrikaður. Engar útskýringar virðist vera að finna á kortinu að þessu leyti. Og það er einmitt þetta mál held ég sem að þarf að taka afstöðu til hér á þessu fundi og beinast leikur nú við að fara bara að þessum hugmyndum. Takk. Takk fyrir þetta, Fannar. Orðið er laust. Ef eitthvað vill bæta einhverju við, skýra betur, gjörðu svo vel. Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég tek bara heils hugar undir það að við þurfum að stíga varlega til jarðar í þessu og hafa vaðið fyrir neðan okkur í þessum landamerkjamálum hérna milli í þessu tilfelli okkar og Hafnarfjarðar. Því eins og við þekkjum öll að þá eru margir hérna eldri Grindvíkingar sem að þekkja vel til, ekki alveg sáttir hvernig landamerki Grindavíkur hafa færst til og í rauninni á alla kanta verið að naga einhverjar sneiðar af okkar landi. Þannig að ég bara tek heils hugar undir það og þurfum að göngja þetta mál vel og einmitt að taka eins og bæjarstjóri Fannar segir að við þurfum að áskilja okkar alla rétt til þess að gera kröfur á og fá útskýringar á þessu nánar. Þannig að absolutt að þá held ég að ættum að fylgja þessum ráðum og gera það mjög ítarlega. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Orðið er laust. Ef ekki fleiri vilja
tjá sig eða spyrja, að þá liggur það fyrir okkur að það er verið að leggja fram þetta minnisblað sem að hann fór yfir áðan, hann Fannar. En við erum svo ég bara sé alveg með þetta á hreinu, við erum að taka afstöðu til þess að taka undir með þeim. Já, og við erum í rauninni að segja að gögnin ekki nógu góð. Akkurat, til þess að geta gefið umsögnina. Það eru líka ekki alveg nóg. Ok. Ekki alveg eins og svona eðlilega aðskipulagsbreyting þetta vera. Þetta eru meira svona einhvers konar drög. Þess að getur leyft okkur að gera ekki athugasemdir á þessu stöddu, Ok. en svo þegar breyting sjálf kemur það. Þá getum við komið með hana síðar. Já. Ok. Þannig að nú er það þá okkar að samþykkja það. Við sjáum hérna að Jón er að bóka bæjarstjórn Grindavíkur áskuli sér rétt til að koma með athugasemdir við aðalskipulag Hafnarfjarðar á síðari stigum vinnuna, eða hvað? Á síðari stigum bara. Síðari stigum málsins. Og miða við það sem að kemur fram hjá þeim löglærðu að þá er það að vera í lagi. Ok? Ættum við ekki að fá útskýringar líka? Óskar eftir? Erum við að kalla eftir þeim líka? Já. Þarf það ekki að þá koma fram? Já, já. Við erum svolítið í því þessa dagana að fá bara frekari gögn og betri útskýringar. En allir er varin góður, það er alveg rétt. Það merki góð vinnubröð. Jafnframt felur bæjarstjóra að kalla eftir, ætlum við að fá frekari upplýsingar breytingar aðalskipulags Hafnarfjarðar. Ertu með textan Jóni, ég kom með þetta? Við höfum verið að brenna okkur svolítið á því að ef það er ekki viðhöfð góð stjórnsýsla þegar kemur að landamerkjamálum, þá getum við bara fengið það svolítið í bakið. Það þarf að standa vaktina. Hérna, ein spurning, erum við að fara að samþykkja þetta síðan, eða ekki? Með... Samþykkja gera ekki athugasemdir á þessu stöddu. Já, ok. Ég ætla þá að lesa, ef að bókunin er klár, þetta er myndaleg bókun, að því ég er ekki með hana á blaðinu, þá þarf ég að lesa hana hérna. Bæjarstjórn Grindavíkur áskilur sér rétt til að koma með athugasemd við aðalskipulag Hafnarfjarðar á síðari stigum málsins. Jafnframt felur bæjarstjórn bæjarstjóra að kalla eftir frekari upplýsingum breytingar á aðalskipulagi Hafnarfjarðar, samanber athugasemdir í 5. tölulið minnisblaðs réttar, dagsett 21. apríl 2017. Þeir sem eru sammála þessu réttu pönt. Bæjarstjórn samþykkir þetta samhliða. Og þá erum við komin í 7. mál á dagskrá sem eru smáhýsin og við tjaldsvæðið. Hér er ósk eftir viðauka
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2016 vegna framkvæmda á svæðinu og það óskað eftir viðauka að fjárhæð 14 milljónir. Þetta sem sagt bílastæði og fráveita og vatnsveita. Þannig hægt sé að græja svæðið fyrir smáhúsin. Viltu eitthvað gera betur grein fyrir þessu? Gjörðu svo vel. Já, þarna ég óskað eftir viðauka upp á 14 milljónir króna til þess að fara í vinnslu á bílastæðum á svæðinu og fráveitu og vatnsveitu. Stærsti hlutin í þessu fráveitan. Við þurfum að ná í hana niður á Seljabót og þvera veginn og fara upp brekkuna að þar sem þessi fyrirhuguðu smáhús eru. Bílastæðið sem að þarf að gera undir starfsemina, því var valið svæði austamegin við þjónustubygginguna og það svæði krökkt af bæði rafmagns og hitaveitulögnum og öðru. Þannig að sú framkvæmd tiltölulega vandasöm og þá svona töluvert dýrari en myndi segja hefðbundið plan myndi kosta. Samþykkt byggingaráforma liggur fyrir og þeir að vinna í því að skila inn gögnum til byggingarfulltrúa til að klára það mál og fyrirhugaðar framkvæmdir eru þá bara núna á vormánuðum. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið laust. Fundarmenn vilja eitthvað tjá sig um þetta? Ef ekki, þá erum við að fara að samþykkja þessa viðaukabeiðni frá sviðsstjóra skipulagssviðs. Þau sem eru samþykkið því, rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 7. mál, 7. og næst síðasta mál í opinni dagskrá. Það strandminjar samstarfsverkefni. Þessi beiðni hefur komið bæði fyrir frístunda- og menningarnefnd og við fórum yfir hana líka með sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs á síðasta bæjarráðsfundi. Að ræða verkefni strandminjar í nágrenni Grindavíkur og markmið að varðveita sögu sjósóknar í umhverfi Grindavíkur, mynda tóftir verbúða og draga fram hlutverk þessara staða og lífið í kringum sjósóknina. Fyrirhugað að framleiða 5 myndbönd sem hvert sig verði 10 til 15 mínútur að lengd. Það óskað eftir við okkur að það verði veittur 600.000 króna viðauki og við erum búin í bæjarráði að ræða þetta og vorum sammála því að þetta væri mikið og gott verkefni sem að myndi varðveita söguna okkar þegar sjórinn verður búin að ganga á þessar strendur í framtíðinni. Þannig að orðið laust. Björg kom og upplýsti okkur og sýndi okkur myndband frá samanborið við, það verður svona svipað í anda myndbands Selatanga sem hægt að nálgast á Vimeo, takk fyrir Marta, betur að fara rétt með þetta. Þetta svona tekið upp á dróna og rosalega skemmtilegt að sjá. Ef að enginn ætlar að taka til máls þá ætla ég að leggja, gjör svo vel Palli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta það mikilvægt mál og jákvætt að mér finnst alveg endilega megi einhver tjá sig þetta. Ég var vonast til að kannski að það kæmi einhver annar tala en ég En mér það bara sérstaklega ljúft, þó ég segi sjálfur frá að samþykkja þetta verkefni og fagna þessu framtaki alveg sérstaklega. Því að ég má bara til með að geta þess að ég var svo lánsamur þegar ég var þarna inn á Alþingi að vera ég var í fjárlaganefnd að eiga frumkvæði að því að stýra fjármagni þó að það hafi ekki verið mikið og kannski mátt vera meira
akkurat inn í þetta verkefni, strandminjar í hættu, því að það er alveg ótrúlegt hvað eru margar merkilegar minjar, sjóminjar og strandminjar sem eru bara að skola bara, sem sjórinn er bara að eyða jafnt og þétt. Nú, minjavernd hefur lagt mikið upp úr því að rannsaka og endurbyggja torfbæi og svona minjar íslenskan landbúnað. Það hefur verið talsverðu fjármunum eytt í það, en þessar strandminjar hafa algjörlega setið á hakanum. Þannig að það er ekki bara hérna í Grindavík, þetta er á Snæfellsnesi og í þessum gömlu verstöðum allt í kringu landið miklir og ómetanlegar minjar sem er að skemmast. Þannig að þetta var, og ég veit til þess að fyrsta verkefni var bara að skrásetja og reyna að skipuleggja svona hvar væri hægt að skrá niður minjar, ekki bara hverju væri hægt að bjarga, heldur fyrst er bara skráðar, og ég sé að þetta er flokkast á einmitt undir það að það er verið að skrá og þessar strandminjar. Og nú ég einmitt sé hluta af þessu af einu svona vídeó eða svona myndbandi í nágrenninu og þetta er alveg meiri háttar verk, og þannig að þetta er alveg bara sérstaklega ánægjulegt að það skuli eiga að fara að mynda þetta alveg frá, mér skilst að þetta sé alveg frá Staðarhverfi og austur á Selatanga. Þannig að og í rauninni finnst mér þetta ekki stór upphæð sem við leggjum í þetta. Þannig að ég fagna þessu sérstaklega og ég hef nú mikið rætt það sem er næst okkur og þessar hafnir gömlu bryggjurnar, og ég held að við ættum að reyna að gera okkur í brók og ekki bara mynda og skrásetja þessar minjar, því ég veit að maður horfir upp á gömlu bryggjuna út í Þórkötlustaðanesi, að sú bryggja á ekkert mörg ár eftir, en það kostar ekkert svo svakalega mikið að bjarga þessari bryggju núna ef við myndum drífa okkur í því. Þannig að ég bara fagna þessu og vona að þetta verði einmitt til þess að maður gerir sér grein fyrir hversu mikil verðmæti þetta eru, og verði svo næsta skref að ráðast í að verja þessar minjar. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Kannski ágætt að komið fram að þetta er náttúrulega ekki allir kostnaður við verkefnið. Það er verið að fá styrki annar stað líka, en ég tek undir með þér, þetta er bara virkilega gott verkefni og ég hlakka til að sjá afraksturinn. Orðið er laust. Ég ætla þá að bera þennan viðauka upp við bæjarstjórn. Þeir sem eru sammála að veita 600.000 krónum í verkefnið strandminjar rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasta mála á dagskrá sem er líka styrkur sem hefur verið tekinn fyrir í bæjarráði, og við erum að leggja til við bæjarstjórn að veita Lions klúbbi Grindavíkur 1 milljón að styrk til að kaupa hjálpartæki til björgunarstarfa. Þetta er líka mjög gott verkefni, mjög gott framtak. Þetta eykur öryggi okkar og þeirra sem á þurfa að halda. Þetta eru klippur, ekki rétt hjá mér, þetta eru klippur til þess að klippa í sundur bíla og annað.
Orðið er laust. Ef ekki, þá ætla ég að bera þessa tillögu bæjarráðs að veita 1 milljón króna styrk til Lions Club Grindavíkur til að kaupa þessar klippur, þessi hjálpartæki til björgunarstarfa. Þeir sem eru sammála því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá eru fundagerðir sem eru teknar fyrir ekki í útsendri dagskrá, þannig að við ljúkum þessu bara.